Og þá það nokkur orð sem ég með. En hér upp á skjánum sjáu þið Jónu, konuna Strastar, og konuna sem ég að fara að segja ykkur frá í þessari sögu. Hún segir sögu sína sjálf. Og sagan ber nafnið Saga konu sem glímdi við eiturlyfi fíkn í áratugi. Konan heitir Jill Winfrey og í söfnuði Þrastar Steinþórssonar í South Bend í Indiana í Bandaríkjunum. Þröstur hefur ásamt eiginkonu sinni Jónu frá Garði þjónað þessum söfnuði í 20 ár. Svo var það að þegar að Steini og Konni voru staddir á samkomu þessari í kirkju í apríl núna árið 26 að hann heyrði Jill flytja eftirfarandi vitnisburð í ræðustólnum í kirkjunni. 25 ára baráttu hennar við eiturlyfjafíknina frá 16 ára aldri. En svona lýsti hún reynslu sinni. Eiturlyfjafíknin eins og að vera undir valdi djöfla sem héldu mér í heljargreipum, sem mér var ómögulegt að losna úr af eigin mætti. Ég hef oft verið lokuð af í daunillum köldum fangelsum og einnig ráfað götur borgarinnar eins ein og yfirgefin. Ég eignast 5 börn sem ég elska af öllu hjarta, en gat ómögulega séð fyrir eða annast þau. Ég svo þakklátt skyldfólki mínu sem tóku börnin inn á heimili sín og gáfu þeim gott uppeldi. Á götunni upplifði ég alls konar meðhöndlun, þar sem ég var rænd mörgum sinnum og barin til óbóta. Eitt sinn var ég barin svo illa að móðir mín þekkti mig ekki. Svo var mér nauðgað, enda alveg varnarlaus. Þrátt fyrir slíkt mótlæti leitaði ég alltaf aftur út á göturnar. Ég þráði samt heitt að komast undan þessum bölvaldi sem eiturlyfin voru mér. Oft grét ég ákaft og hrópaði til Guðs og bað hann að frelsa mig. Oft var mér líka hugsað til þess möguleika að Guð hefði algerlega yfirgefið mig. En ég var þó alltaf sannfærð að ég mætti ekki hugsa þannig. Og þess vegna hélt ég áfram að ákalla hann árum saman. Ég hef hlotið marga dóma fyrir lögbrot mín, en árið 2018 bar mér að mæta enn einu sinni frammi fyrir dómaranum, en ákvað að fara í felur. Ég var svo hrædd og flæktist víða næstu árin til þess að ég yrði ekki handtekinn. En svo gerðist það árið 2023 að ég var stödd í húsi þar sem lögreglan réðist inn til að handtaka fólk. Og var ég á meðal þeirra. Það var freistandi að hugsa sem svo. Já, nú var ég óheppin. En síðar kom í ljós að þetta reyndist vera byrjun á bataferli mínu. En framundan var þó afar erfiður tími í lífi mínu. Ég var dæmd í 8 mánaða fangelsi fyrir 1 mál, en fleiri dómar biðu mín. Ég féll á kné í heitri bæn til Guðs, þar sem ég hét honum því að reynast honum trúföst. Nú var mér ljóst að ég gat ekki lengur hlaupið frá Guði.
Næstu 3,5 ár biðu mín fleiri dómar og vist í fangelsum sem voru hvert öðru verra. Fangaklefarnir voru skítugir og stundum án rúmdýna og ekki reyndust klefafélagarnir skárri. Ég neyddist til að vera í klefu með konum sem ýmist voru ræningjar, morðingjar, barnamorðingjar eða sölumenn dauðans og sumar konurnar voru alvarlega geðveikar. Í gegnum allar þessar reynslur reyndi ég eftir bestu getu að vitna á meðal samfanga minna kærleiksríkan Guð sem elskar allt fólk, líka dæmda fanga. Skömmu áður en þessi langa vera mín í fangelsi var á enda, það 3 dögum áður var mér tilkynnt að í næsta fylki, Michigan, biði mín önnur 4 ára fangelsisvist vegna glæps sem mér var ranglega kennt þar sem ég hefði sést í grendistaðinn þar sem glæpurinn var framinn. Svo var mér tilkynnt að mér bæri að borga $200,000 í sekt, en að ég gæti borgað inn á þessa sekt $20,000 sem fyrirfram greiðslu og þannig fengið að taka út dóminn heima með öglaband á mér, út allan tíman. Auðvitað hafði ég engin tök á því að borga nokkur skapaðan hlut og ég fór að hágráta, enda var mér algerlega lokið. Ranglætið var svo yfirþyrmandi. Nú var komið að endanlegri dómsuppkvaðningu og ég var leidd fyrir dómaran sem var kona. En þó gafst mér tækifæri til að hringja í son minn sem átti afmæli þennan dag og spurði hann hvað hann vildi fá í afmælisgjöf. Hann svaraði hiklaust: Ég vil bara fá þig heim, mamma, í dag. Seinna sama dag kom ég í dómsalinn og þá spurði dómarinn mig: Hvað hefur þú gert gott og jákvætt allan tíman sem þú hefur verið í fangelsi? Og ég svaraði: Ég braut aldrei reglurnar. Ég sótti alla fræðslufundina fyrir eiturlyfja fíklana og ég stundaði allt skólanámið á menntaskólastigi. Einnig hélt ég biblíunámskeið fyrir samfanga mína sem eru vel sótt. Dómarinn hlýddi af mikilli athygli, en það var alveg augljóst að hún vissi allt sem ég var að segja henni. Þegar hér var komið samtali okkar, sagði dómarinn: Ég svo stolt af framförum þínum og hvað jákvæð þú ert þrátt fyrir allt mótlætið sem þú hefur þurft að líða. Leið og ég hafði lokið allri pappírsvinnunni vegna þinna mála, ertu frjáls allra mála hér í Indíánafylki og getur farið heim til þín og sektirnar falla allar niður. Ég bara brast í grát og ég grét af gleði og þakklæti. Nú gafst mér tækifæri til að sjá öll 5 börnin mín í einu. Peyton, sonur minn sem átti afmæli þennan dag, var svo furðu lostinn að fá ósk sína uppfyllta að fá móður sína heim þennan sama dag og hann lét ósk sína í ljósi að fá mömmu heim úr fangelsinu á afmælistaginn sinn. En ekki þó öll dómsmálin að baki, þar sem þau verða tekin upp hvert af öðru næstu mánuðum. En ég fæ að vera heima þennan tíma með öglaband
og ég fæ að fara í kirkjuna mína undir eftirliti. Ég þakka öllum ástvinum mínum fyrir tryggðina, fyrir fyrirbænirnar og að sjá fyrir börnunum mínum allan tíman. Og nú hef ég verið laus við fíknina í 5 ár. Guði sé lof fyrir þetta kraftaverk. Svo vil ég þakka Don Hales fyrir að útvega með Biblíu og leksjur handa meðföngum mínum í gegnum árin. Og Guði almáttugum þakka ég af öllu hjarta fyrir að varðveita mig í gegnum allar hremmingarnar sem eitulyfin sköpuðu mér og að varðveita mig í gegnum aðsteðjandi hættur á götunum og í fangelsunum. Elsku Jesú, þér sé heiðurinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þetta var hennar frásögn á þessari samkomu hjá Þresti. Og þvílíkur vitnisburður og þvílíkt þakklæti sem að hún getur átt við Guð sinn.